Vitnaleiðslur í Steam-málinu hafa varpað takmörkuðu ljósi á hver raunverulega stýrði félaginu sem málið kennt við. Skráðir stjórnendur félagsins virðast ekki hafa verið raunverulegir stjórnendur. Það voru viðsjárverðir tímar í fjármálaheiminum haustið 2007 þegar eignarhaldsfélagið Steam var stofnað í banka sem að þá hét Glitnir. Þótt enn væri ár í hrun voru vandamálin farin að hrannast upp. Stærsti hluthafi bankans, FL Group, átti áramótin eftir að setja Íslandsmet í tapi, 67 milljarða króna. Og einn stærsti hluthafi FL Group, Gnúpur fjárfestingafélag, var þá þegar að falli kominn. Stærstu hluthafar FL Group ásamt Gnúpi voru Baugur í óbeinni eigu Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og fjölskyldu og Oddaflug að mestu í óbeinni eigu Hannesar Smárasonar. Glitnir hafði árið 2007 keypt hlutabréf í bankanum sjálfum og í FL Group í stórum stíl og þurfti að losna við þau. Svo fór að félagi í eigu bankans, Steam EHF, fékk tæplega 20 milljarða króna lán frá bankanum, auk smærri lána frá öðrum til að kaupa hlutabréfin, 4,3% í Glitni og 4,1% í FL Group. Leið skipti Steam eigendur. Stærstir urðu STM, félagi í eigu Glitnis, með tæplega þriðjungs hlut og Jakob Valgeir Flosason, útgerðarmaður í Bolungarvík og viðskiptafélagar hans, einnig með tæplega þriðjungs hlut. Steam var í fréttum eftir hrun kallað huldufélag og leynifélag, en það var lengi lítið sem ekkert vitað félagið. Lárus Velding bankastjóri var nokkrum dögum fyrir hrun spurður ástæður hinna umdeildu hlutabréfakaupa Steams. Menn hafa verið að sjá þessar verðlægðir sem tækifæri. Menn sáu nú varla verðlægðina í FL sem tækifæri því að nokkrum dögum síðar það hrapaði, þetta var á tímanum þegar fyrirtæki var hrapandi. Já, ég get ekki tjáð mig það er ákvörðun þeirra sem stýrðu þeim fyrirtæki. En hverjir stýrðu? Útgerðarmaðurinn Jakob Valgeir sem var stjórnarformaður Steams sagðist fyrir dómi í vikunni ekki hafa verið raunverulegur stjórnandi. Hann viti ekki hver raunverulega stjórnaði félaginu. Framkvæmdastjóri Steams var Þórleifur Stefán Björnsson, millistjórnandi hjá Sögu Kapital fjárfestingabanka. Miðað við vitnisburð hans virðist hann heldur ekki hafa verið raunverulegur stjórnandi félagsins. Í ákæru rekur saksóknari upphaf Steam-málsins til umleitana Lárusar Velding bankastjóra að selja hlutabréfin. Saksóknari spurði Jón Ásgeir Jóhannesson þegar hann bar vitni hvort hann hefði eitthvað komið að málinu. Jón Ásgeir neitaði því. Hann var í nóvember 2007 stjórnarformaður FL Group. Spurður hvort hann hefði verið í einhverjum samskiptum við Lárus Velding á þessum tíma, svaraði Jón Ásgeir einnig neitandi. En virðist á huldu hver raunverulega stjórnaði Steami. Félagið skilaði aldrei ársreikningi. Það varð gjaldþrota 2012 og upp í 24 milljarða króna kröfur fengust aðeins 15 milljónir eða 0,06%.